Góðan daginn og velkomin aftur. Í síðasta myndbandi tölum við spádóma Biblíunnar og hvað Biblían hefur að segja endatímana. Við litum á orð Jesú í Mattheusarguðspjalli kafla 24 og Jesús bendir okkur á að rannsaka Daníelsbók til þess að finna svör hvað mun gerast á tímum endalokana. Og það er mjög mikilvægt fyrir okkur að því að við búum einmitt á þessum tímum þar sem við erum að sjá þessi umverki sem að bæði Kristur og Daníel talað Við litum á fyrstu 2 kafla Daníelsbókar þar sem að Daníel var tekið inn í útlegð og eyddum mestum okkar tíma í það að rannsaka annan kaflan þar sem að Daníel og Nebúkadnesar konungur fengu sýn 4 ríki sem að myndu rísa upp á jörðinni og eftir þessi 4 ríki þá mun Guð koma og stofna sitt ríki hér á þessari jörðu. Öll ríkin sem að til eru á þessari jörð eins og munu tortímast og Guð mun endurskapa þessa jörð og ríkja hér að eilífu. Við ætlum að halda rannsókn okkar áfram að því að við fengum ekki að vita hver þessi 4 ríki eru. Við fengum að vita fyrsta, það er Babylónía, sem að ríkti 600 árum fyrir Jesú Krist. En hver eru hin 3? Og hvernig munu öll ríki jarðarinnar tortímast? Við fáum fleiri upplýsingar í 7. kafla Daníelsbókar. En áður en að við lesum hann, þá er mikilvægt að við vitum hvað gerist í kafla 3, 4 og 5. Eftir að Nebúkadnesar konungur fékk þennan draum og fékk að vita hvað mun gerast í framtíðinni, þá vonaðist auðvitað Guð þess að hann myndi iðrast og fylgja sér. Þess vegna svaraði Guð Nebúkadnesari með því að gefa honum þennan draum, þessa sýn. En við sjáum í 3. kafla að hann gerði það ekki. Í stað þess að fylgja Guði og trúa að hans ríki, þess að ríki Nebúkadnesars myndi líða undir lok, þá byggir Nebúkadnesar styttu sem 100% gull. Og hvað sagði það? Það sagði þá að Babylónía myndi endast að eilífu, sem ekki satt, það er ekki það sem að draumurinn sagði. Og hann færa áminningu í 3. kafla að það sé Guð sem að stjórnar og það endar með því að hann viðurkennir það. Og eftir þessa upplifun þá vitum við ekki betur en að hann hafi fylgt Guði sem eftir var. En sonur hans og sonarsonur gerðu það ekki og það eru einmitt það sem að 5. kafli fjallar Við fundum út í 2. kafla að annað ríki myndi sigrast gegn Babylóníu. Við fáum að vita hvaða ríki það er í 5. kaflanum. Barnabarn Nebúkadnesars hér við völd og hefur ekki iðrast og enn verri en Nebúkadnesar. Og Daníel kemur til hans og segir þetta við hann í versi 25, Daníel kafla 5, vers 25. Merking orðanna á þessu eru þetta, meni. Guð hefur talið stjórnarár þín til enda. Tekken, þú ert veginn á vogaskálum og léttvægur fundinn. Peres, ríkið þitt klofið og afhent Medum og Persum. Svo ríkið sem að myndi taki yfir að Babylon eru Medar og Persar. Betur þekktir sem Persaríkið, að því að Persarnir voru sterkari og Darius tekur svo við í kafla 6. En ef við bökkum aðeins þá
þá fáum við aðeins fleiri upplýsingar hvernig Daniel vissi að það voru Medarnir og Persarnir sem myndu taka yfir. Kafli 7 gerist á undan kafla 6 og á þessum tímapunkti, áður en að Babylon líður undir lok, fær Daniel þessa sýn og við ætlum að lesa þessa sýn saman af því hún fjallar einmitt það sama og við lásum í kafla 2 en með fleiri smáatriðum. Á fyrsta stjórnarári Beltsesar konungs í Babylon dreymdi Daniel draum í rekkju sinni og sá sýnir. Hann skráði síðan drauminn og í upphafi frásagnarinnar greinir Daniel svo frá. Svo nú byrjar hann að tala drauminn. Í nætursýn minni sá ég hvernig himinvindarnir 4 ýfðu hafið mikla og 4 stór dýr komu upp úr hafinu, hvert öðru ólíkt. Fyrsta dýrið var eins og ljón en hafði arnarvængi. Meðan ég horfði á það, tættust vængirnir þess af því og því var lyft upp og það reis á fætur eins og maður væri og því var fengið mannshjarta. Þetta var fyrsta dýrið, ljón með arnarvængi. Og annað dýr sá ég og annars háttar. Það var eins og bjarndýr, reist upp á aðra hlið og bar 3 rifbein í kjafti sér, milli tannanna. Og því var skipað, stattu upp og éttu firnaf kjöti. Svo þetta var hitt dýrið, bjarndýr sem var lyft upp á eina hlið með 3 rifbein í munni sér. Eftir þetta sá ég enn eitt dýr, áþekking hlébarða, en á síðum þess voru 4 fuglsvængir. Þetta dýr hafði 4 höfuð og því var fengið völd. Svo 4. dýrið var hlébarði, aftur með arnarvængi og 4 höfuð. Og enn sá ég í nætursýn minni 4. dýrið, hræðilegt, ógnvekjandi og afar máttugt. Það hafði járntennur, hámaði í sig og traðkaði undir fótum þess sem það leyfði. Það var ólíkt öðrum fyrir dýrunum og var með 10 horn. Svo þetta eru dýrin 4. Ljón með arnarvængi, björn sem lyftist upp á aðra hlið, hlébarði með 4 vængi og 4 höfuð og hroðalegt dýr með 10 horn og járntennur. Við sjáum nú að margt er svipað og við lásum í kafla 2. Þar vorum við með 4 málma og 4. málmurinn var járn. Lesum áfram, vers 8. Þegar ég virti fyrir mér hornin, sá ég annað horn og smærra spretta fram meðal þeirra og voru 3 af fyrri hornunum rifin upp til að rýma fyrir því. Á þessu horni voru augu lík mannsaugum og munnur sem mælti gífuryrði. Svo sjáum við sýn inn í himinin. Meðan ég horfði á var hásætum komið fyrir og hinn aldraði tók sér sæti. Klæði hans voru mjallhvít og höfuðið hans sem hrein ull. Hásætið hans var eldslogi og hjólin undir því logandi bál
Eldur stigmdi frá honum. Þúsundir þúsunda hljóðuðu honum. Tugþúsunda stóðu frammi fyrir honum. Rétturinn var settur og bók flett upp. Hér sjáum við dómsal hefjast á himnum. Vers 11. Enn horfði ég á vegna gífuryrðanna háværum sem hornið mælti og var dýrið drepið að mér ásjáandi. Líka með þess eitt og því varpaði eldinn. Hin dýrin voru einnig svipt valdi sínu, en líf þeirra var enn þyrmt til ákveðins tíma og stundar. Hin dýrin voru ekki tortímt, þau mistu vald sitt. Fyrst misti Babylon vald sitt þegar Medarnir og Persarnir tók yfir. Svo var þeim svipt völdum, en Medar og Persar héldu samt áfram að lifa. Sama með þriðja ríkið þegar fjórða ríkið tók yfir. En þegar fjórða ríkið var drepið, þá var því tortímt. Ekkert var eftir. Og ásamt því voru hin ríkin líka tortímt sem höfðu mist vald sitt. Þá komum við að endalokunum. Ég horfði á í nætursýnunum og sá þá einhvern koma í skýjum himinsins áþekkan mannssyni. Hann kom til hins aldraða og var leiddur fyrir hann. Honum var falið valdið, tignin og konungar dæmið, og allir menn, þjóðir og tungur skyldu lúta honum. Veldið hans eilíft og líður aldrei undir lok. Á konungdæmi hans verður enginn endir. Og þá sýninni lokið. Nú fáum við að sjá túlkunina og hana munum við líta á í næsta myndbandi. Þangað til, takk fyrir að horfa.